Okay, design principles. Þetta er fyrirlestur dagsins. Ég ætla að taka design principles, síðan næstu viku ætla ég að taka framework og gera framework. Þannig að þetta er það sem ég ætla að tala um. Þið kannist við 2 af þessum. Við erum búin að kíkja á þetta. En þetta er það sem að kallast solid principles og er náttúrulega eitt af þessum akrónýmum sem við búa til raðaðir svona upp og kalla þetta solid. En þetta er skjalað í Barbin bókinni í kafla 5 og góða við þessa bók er það að hún er tiltölulega hnitmið, stutt, það er auðvelt að lesa hana. Hins vegar ef þú skilur ekki alveg hvað hann er að segja þá er hún kannski of stutt. En ástæðan fyrir því að við notum þessi prinsip, ég nota þetta rosalega mikið í mínum starfum. Ástæðan er einfaldlega svo að þú verður að setja þér einhver hönnunarprinsip og þú verður að communicata þeim, þú verður að láta alla vita hvað við gerum og þetta bara býr til reglur í hugbúnaðargerð. Svona ætlum við að gera kóðan okkar. Ef það er engar reglur, engin prinsip, þá verður kóðin svona big ball of mud og það er samansafn af technical debt uppsöfnuð, kostar milljónir að borga það tilbaka og endar yfirleitt með endurskrift. Það er að segja að kódbasin er endurskrifaður frá grunni og síðan nokkrum árum eftir það þá er aftur komið svona big ball of mud. Það koma nýjir forritarar inn, þeir skilja ekki prinsipin sem voru í upphafi og svo framvegis. Þannig að þessi prinsip þurfa að vera óbúslega vel áberandi. En til þess að koma í veg fyrir þetta technical debt, þetta fix it later og svoleiðis. Og það endar yfirleitt með því að menn gera eitthvað svona, bara find bugs er forrit sem finnur alla buggana í kerfinu. Þannig að þegar þeir eru komið þannig að menn vilja eiginlega ekkert vita alla gallana þá er komið í óefni með þetta. En okkur prinsip, þessi prinsip þau eru byggð, sum þeirra eru byggð á rannsóknum og bara góðum akademískum pappirum. Það sem menn hafa tekið fyrir ákveðin vandamál í hugbúnaðargerð og bara sanna það að þetta prinsip, eða þetta sem menn gera það er vont og þess að vera með þetta prinsip sem að bætir úr. Þannig að þetta er byggt á þekkingu, reynslu og rannsóknum bara síðastliðna ára. Og síðan smá saman í gegnum tíðina þá hafa komið nöfn á þetta. Þetta hefur verið svona að fá nöfnin síðastliðin ár. En markmiðið er náttúrulega að við viljum fá high quality code. Það er það sem við viljum gera. Og það er oft þannig að eins og með design patternin að þegar þú byrjar með ekki neitt og ert að skrifa kerfi frá grunni, þá er suma af þessum prinsipum, suma af þessum design patternum er bara overkill. Það er bara of mikið. Og þú þarft einhvern tímann að það er bara yfirhönnun. En síðan þegar kóðin stækkar þá þarf það refaktoran til þess að halda kvalitínu. Síðan er það líka mjög auðvelt að þetta er alveg sem design patternin, ef ég tala þetta, þessi prinsip og aðrir skilja hvað ég er að tala þá þarf ekki að útskýra það neitt meira. En það er líka eitt með þetta. Það er nú þannig að það má ekkert vera of heilagt. Þið verða að passa ykkur á því. Ef það er að brjóta prinsipið, það er góð ástæða fyrir því, þá brjótið það. Það er ekkert eins vont eins og prinsip sem er tekið fram í rauðan dauðan og gerir bara illt verra. En það er líka annað með þetta, að þessi prinsip þau er í konflikti, mörg hver. Og við skoðið Barbin-bókina, þá var hann að segja eitt hér og annað þarna. Þess vegna þurfum við alltaf að vera með ákveðin kontekst, eitthvað umhverfi og ákveðin vandamál til að leysa. Svo veljum við þau design pattern sem að passa fyrir okkar vandamál á þessum tíma. Og þá gerum við það svoleiðis. En við veljum að gera þetta svona, þá gerum við það consistently svona. Við erum ekki að blanda saman einhverju. Ég hefði ekki að fara í hina leiðina. Og þá held ég mig við það. En við verðum að passa okkur á því að vera ekki of dogmatic í þessu, að sé bara of heilagt. Þannig að þetta eru prinsipilinn sem ég ætla að fara í gegnum. Single responsibility principle, það er segir sér nú reyndar sjálft. Open closed principle sem við höfum aðeins litið á. Liskov sem er
sem hérna ofboðslega mikilvægt og kannski svolítið ekkert augljóst að skilja, interface segregation principle og svo dependency inversion principle. Þetta kannist þið líka við með 5. Þið hafið séð þennan áður, hann hafði annað nafn. Nei. Þið sjáu þetta. Svona flutningur frá Mac-anum yfir á Windows virkar ekki alltaf nógu vel. En þetta er mjög einfalt prinsip, single responsibility prinsip, og hann segir að klasi á að hafa eitt og aðeins eina ástæð til að breytast. Og ef við erum að tróða inn í sömu klasana alls konar drasli, bara því að hendar, þá erum við að búa til kóða sem getur verið viðkvæmur. Það er talað um low og high cohesion, en ef við erum að tróða einhver inn í þetta, þá er erfitt að vinna með kóðan. Það er erfitt að sjá það kannski, en það maður svona skynjar kóða þegar það er svona brittle. Það þýðir ekkert að koma nálægt þessu. Það springur allt í tætlur út allt ef ég fer að gera hlutina. Og menn tala líka code bloat. Þetta verður hérna of stórt og flókið og menn skilja ekki upp niður í þessu. En aðeins þessa cohesion, menn tala hérna cohesion hversu þétt ákveðnar element í einhverju ákveðnum hlutum eiga sameiginlegt. Og það er að segja að þú skoðar klasa og öll föllin að gera það sama. Þetta er bara, hann hefur bara eitt markmið þessi klasi og öll föllin leið af þessu sama markmið. Það er ekkert óþarfa draslan inni. Hann gerir bara þetta. Það er talað um high cohesion. Þá er þetta eiginlega bara eining, þéttleiki, eitthvað svoleiðis. Og ef við erum með háa cohesion í kerfinu okkar, þetta kannski kerfi sem sér eitthvað ákveðið vandamál og það er ekkert í þessu nema þetta vandamál. Alveg bara mjög þétt lausn á vandamálinu. Það er ekki búið að tróða neinu drasl inn í þetta sem gerir eitthvað annað. High cohesion þá auðveldara að skilja þetta, það auðveldara að viðhalda þessu og það auðveldara að endurnýta. Það módularnir bara að gera eitt. En hér dæmi, það er alltaf gott að hafa dæmi. Hér einhver klasi. Hérna hægra megin, þá einhver teiknikerfi, eitthvað svona sem að nota eitthvað GUI, teikna kassan hérna. Og hérna eitthvað sem að reikna eitthvað út. Sjáu eitthvað athugavert við þetta? Þetta mjög svona einfalt, já, út með kassa, hann kann að teikna sig og hann kann að segja hvað hann stór og svo framvegis. Myndi maður ekki gera þetta svona? Þetta nefnilega lúmst. Það sem þessi klasi gerir tvennt. Annars vegar þá hann að teikna sig, sem allt annað heldur en að reikna. Og hér einhver sem að nota eitthvað módel, starffræðimódel eða eitthvað svona vinstra megin og hann að nota þennan rektangel. Kannski þarf til að gera þessa starffræðireikninga, kannski þarf ég að taka eitthvað graphics library með. Býtu, þarf ég þess? Ég að fara að reikna, þetta bara hjakka á einhverjum doppeltölum. Hvað þarf ég að taka grafík með? Hérna þessi gaur komið með 2 ástæður til þess að breytast. Og ef það einhverjar nýja kröfur í graphical applikationinni, þá það kannski að gera einhverjar breytingar hann sem sprengir inn í loftið. Sérst bara svona reykur hinum megin. Þannig að hann komið með 2 ástæður til að breytast. Hvernig myndum við þá gera þetta? Við myndum náttúrulega bara slíta þetta einhvern veginn í sundur, vera með eitthvað grafík element og síðan vera með einhverja útreikninga og svo vinna þér saman. En takið til dæmis eftir í verkefninu, þá búið til JSON price objekt. Við settum JSON-dótið ekki inn í klasan. Þannig að ég bara, reynslan mín kennir mér það að leiðu fyrir að tróða einhver inn í svona klasa, einhvern tímann setna, eftir 2 ári eða eitthvað, þá komið vandamál. Menn oft með svona XML-steipu inn í svona einföldum objektum, og svo bara bætist við eitthvað drulla af alls konar dóti. Þannig að það er miklu betra að bara hafa það sér, því að þessi format eins og XML, JSON, það kemur og fer. Svo kemur eitthvað allt annað, en samt þarf ég að vera með 200 library
gamalt drasl, eitthvað XML library, JSON library, þetta library, þetta, bara til þess að builda hérna og þetta er ég nenni ekkert að viðhalda þessu. Þannig að miklu betra að reyna að hafa sem minnst í þessum klössum. Þetta var fyrsta og nú ætla ég að gefa ykkur break við getum líka haldur, ég er ekkert með mjög langan fyrirlestur sko. Þannig að ef við viljum sleppa breykinu þá erum við búin kannski eftir korter. Því að ég er ekkert með langan fyrirlestur. Ég ætla að klára þetta og leyfa ykkur síðan að halda áfram að vinna verkefnið, þeir sem eru ekki búnir. Og svo verð ég hérna náttúrulega ef að menn hafa spurningar vilja sína mér eitthvað í verkefninu, þannig að tíminn átti svolítið að fara í það líka. Þá bara halda áfram. Þessi hérna, þetta er nú gamall vinnur okkar, Open Closed Principle. Þarna erum við að búa til, það er ein regla í þessu, þarna að við eigum ekki að við eigum að hafa það þannig að það er engin ástæða til þess að breyta klasa. Við getum bætt við hann, en að breyta, eina ástæðan fyrir því þú breytir einhverju ætti að vera að þú ert að laga bug. Annað ætti að vera breyta. Þannig að við þurfum að hanna kóðan þannig að það sé auðvelt að bæta við. Og hérna var dæmið sem horrorgaurinn fekk algjört áfall yfir. Því að hérna þarf ég að fara inn fyrir hverja típu sem að kemur ný inn, þá þarf ég að fara hann inn. Munu, ég var að tala um þetta og þetta er svo lúmst, þannig að ég horfa á þetta er svo einfalt, ég er hérna með IntelliJ opið, hversu flókið getur það verið að bæta við einu svona? Þetta er alveg massíft flókið. Það þarf einingaprófið, það þarf fullt af hlutum. Já, ef það kemur eitthvað nýtt. Þess vegna viljum við frekar hafa eitthvað svona. Þannig ég get bara bætt við nýjum típum, ég þarf ekki að breyta kóðanum mínum. Svo var það Liskov og Liskov sagði að þeir sem að nota supertípur eða nota einhverja típur, þeir eiga að geta gengjað þeirri notkun vísri og þeir sem eru að erfa þennan klasa, þeir megi ekki eyðileggja klasan. Þetta er óbóðslega lúmst og maður þarf vel að læra þetta með reynslunni. Þannig að þetta var sem sagt dæmi sem ég tók hérna, þannig kassi og svo gerði ég square og eyðilaði þetta. Þetta er náttúrulega þannig ég er búin að eyðileggja klasan sem ég var að erfa. Og það er svo, ég tekið eftir svo mikið að dæmum í þessu, bara í reynslunni, það sem að mjög sakleysisleg yfirskrift á einhverju og svo bara kemur eitthvað eldgós einhvers staðar, annar staðar. Þannig er þessi assert sem að nú virkar þetta ekki lengur. Þetta er kannski einingaprófun sem að er hægt að virka og fer allt í klessu. Síðan kemur einn nýr hérna. Interface Segregation Principle, þetta er nýtt. Það að vera með risastórt interface, það getur skapað óbúslega mikið af vandamálum. Margir er að nota interfaceið og eru kannski að nota bara bút af því. Þess vegna er reglan þessi, pattern er þetta. Við skulum setja okkur það reglu að vera með eins lítil interface og hægt er og hafa þau þá frekar specific. Ekki hafa þau of generisk. Þetta er stundum kallað role interfaces og því minni því betra. Það er svona prinsipið sem að þetta segir. Svo getur vel verið að einhver annar vilji hafa þetta öðruvísi. En hugmyndin bak við þetta er það að með interface sem er að gera fullt af hlutum, það er oft talað um svona polluted interface og þá eru menn, þeir sem er að nota þetta, klientarnir, það er verið að pína þá í að vera dependa á eitthvað sem að þeir eru ekkert að nota. Og það er mjög góð mynd hérna sem að er í bókinni. Hérna er ég með einhverja einingar sem er að nota þetta interface þarna. Einingin job og alert og eitthvað svona. Og ef ég geti tekið þetta interface og bara splitta það niður eftir role hérna. Og það er oft sem að eru mörg hlutverk í interfaceum. En þetta þarf maður hins vegar að gera varlega því að það eru hlutir eins og öryggi og svona sem ættu kannski að vera í interfaceum. Gjör svo vel. Já, ok, optional. Ég hef ekki kynnt með það. Hvað gerur það? Já, ok. Ég hef ekki kynnt með þetta. Optional, já. Þannig sjáum við hérna hvernig, kannski var þetta að nota optional í þetta, en þetta prinsip gengur út á það að horfa svolítið á þetta sem eins lítil interface og hægt er
í staðins að vera með stór því að þá ertu farin að blanda saman hlutunum. Síðan það D-ið í Solid, það þetta Dependency Inversion Principle. Og þetta gengur út af það að low-level komponentar, við vitum alveg svona, þau eru að ímynda hvað low-level og high-level. High-level komponentar eru þessir sem að gera svona stærri hlutina og svo low-level sem kannski í mjög svona ákveðnum vinnslum, mjög sérhæðum, en high-level svona application logíkin. Og vanlega þegar maður gerir svona lagskipt kerfi þá það high-level komponentar að nota low-level komponentana. Þetta prinsip hins vegar segir að maður ætti að hafa það öfugt, bara snúa dependencyunum við. Og þið kannist við þetta. Hérna segir það high-level components eiga að vera þeir sem eru með lógíkina, þar koma breytingarnar og svo low-level dótið það er bara útvært einu sinni og virkar og það þarf ekki að vera að vinna með það lengur. En það ætti að dependa á hinn. En til þess að gera þetta, þá þarf það snúa dependencyunum við. Og til þess að gera það, þá ná menn þið kannast við þetta er separated interface munstrið og program to interfaces. Og þetta er eitthvað sem við tökum fyrir í næstu viku þegar við förum að tala framework. Þetta mjög mikið notað í framework hönnun, að snúa svona dependencyunum við. Og dæmið bara hér, þetta er svona traditional layering dót sem og síðan annar prinsip layering prinsipi, það okkur að segja að svona átt að gera þetta. Þannig að þetta er þessi prinsip þau konflikta einhverju leyti. En hérna það dependency inversion, þá það low-level, það kemur abstraction hérna á milli. Low-level klassarnir, þeir útfæra hérna eitthvað interface og hinn nota það. Þannig að þetta bara nákvæmlega sama dæmi og separated interface. Snýr við og við ætlum að tala betur þetta í næstu viku. Og þetta þýðir bara það að það abstraction hérna á milli, þetta endurtekning. Þannig að þetta D-ið, snúa við dependencyunum og við ætlum að skoða það betur í næstu viku. En kannski besta mæleiningin á góðan kóða, það er þetta hér. Það telur bara 2x TF í þessu. Þannig að hafi ekki lent í svona, fengið þessa tilfinningu. Hvað er þetta? Á mínútur,